Hvað segirðu, Alexander? Pepsi-deildin aftur, hvernig líst þér á það? Bara þokkalega, spenntur fyrir þessu. Þú ert búin að vera í fyrstu deildinu með Grindavík svona tíma og búin að vera að glíma við leiðindi og svona, en ertu í stakk búinn fyrir Pepsi-deildina og Keflavík? Já, ég tel mig vera það og Keflavík tilbúið að bjóða mér fá hjálp sem að ég þarf í bæði sjúkraþjálfun og leyfa mér að jafna mig almennilega. Þannig að ég held að það sé bara klappað og klárt. Nú voru einhver önnur liðin í myndinni, af hverju var Keflavík fyrir valinu? Þeir bara sýndu mikinn áhuga og Kristján heillaði mig strax þegar ég talaði við hann. Og svo býr maður hérna og svona, þannig að þetta spilar allt inn í. Hvar nú getur þú spilað bæði í vörninni og miðjunni, veistu hvar þú ert hugsaður í Keflavík-liðinu? Já, ég held ég sé hugsaður alveg örugglega í bakvörðinn. Hvort sem er hægri eða vinstri. Mér líður best þar. Annars get ég spilað flestar stöður. Fínn í strækjunum líka. Þú fræg vítaskytta, viltu fá að taka vítin fyrir Keflavík líka? Já. En hvernig nú verðið aðeins að minnast á meiðslin. Hvernig er hnéð núna? Erum við að fara að sjá þig spila fljótlega? Kannski ekki fljótlega, en ég vona að það verði allavega fljótlega á næsta ári. Ég verði orðinn allavega 90 mínútna maður. Þannig að, já, ég myndi segja það bara. Og núna þú ert nýkomin úr speglun og ert að fara að hreyfa það eins og reyna á þetta. Þá kemur kannski betur ljós. Hvernig staðan er? Já, ég ætla samt að reyna að fara rólega af stað og bara hlusta á líkamann og þetta verður mikið hjól og þannig keyrsla og reyna að fá úthaldið þannig. Reyna að minnka á álagið þannig sé á hnéð. Leyfa svo gróa almennilega. Hvernig líst þér á nýju liðsfélagana í Keflavík? Þekkirðu eitthvað til þessara stráka? Já, ég þekki ágætlega til þeirra og ég held að ég fikti vera ágætlega inn í hópinn. Ég sé já, ég myndi segja það. Gaman að sjá þig.